Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV, umdeildustu sjónvarpsstöð landsins. Ég hlusta nú mikið á hann Reynberg vin minn, hann Guðjón. Hann er mikill snillingur þó að við séum ekki sammála um margt eða ekki um allt. Og þetta er svona þetta er svona Plató aristókrat samband eitthvað. Og í framtíðarbókmenntunum þá verður náttúrulega sannleikurinn sagður að ég skáldaði upp Guðjón Reynberg. Hann er minn skáldskapur. Já, að koma skilaboð. Frost er alveg tilbúinn í spjall hvenær sem er og í raun allir sem að nenna að ráðla við kallinn. En þannig að Guðjón greyið verður flokkaður sem skáldsagnapersóna í framtíðinni. Nei, ég er nú bara að fíflast í honum. Við verðum ekki báðir flokkaðir sem skáldsagnapersónur. Og leynifélögin búa til einhverja persónu úr okkur. Tengja tölvu við Kálus og ryðja út vísindunum sem við höfum verið að segja, eða sem sagt andvísindunum. En það sem við höfum verið að segja og pæla og skoða er svona alveg á the forefront af heimspeki heimsins í dag. Og og enginn er spámaður í sinni Nasaret, eða hvað þið segja. En það er nú ákveðin staðreynd, sko. Og sko, þetta með Móses greininguna og að klofningin á Rauðahafinu var huglæg myndlíking og þetta sko ef við fylgjum þeirri sögu svolítið, þá voru þeir í þrældómi í Egyptalandi þar sem að þessi platónska aðferð var notuð eins og við erum í dag. Pínulítil mafía og einn gaur sem að var guði næstur og
Já, ég er kominn aftur á fætur. Það er greinilega allar helvítis leyniþjónusturnar að plugga sig inn og íslenska valdstjórnin og allt það. Það er búið að vera þvílíkt hersing á Facebookinu minn í dag, það hálfa var nú. Þannig að ekki láta ykkur bregða þó að séu alls konar truflanir. Heyrið í mig núna eða hvernig það er. Já, sem sagt, þessi exodus Móses úr Egyptalandi, það sem er lýst alveg gríðarlegu, já, svona ríki, hugarástandi eða þjóðfélagsástandi sem að er í Hunger Games stílnum. Og og sú saga gengur út á það að það er hluti af fólkinu sem að splittar sig út og gengur í eyðimörkina til þess að verða frjálsar mannverur. Og síðan er þetta raunar saga fólks vafrandi eyðimörkina og svona, það voru hvað talað að 3 milljónir manna hafi verið þarna vafrað eyðimörkina. Og síðan er sem sagt gamla Egyptaland var valdstjórnar hópisma plebba fyrirbæri. Síðan kljúfa Móses liðar sig út úr því og fara í eyðimörkina að byggja upp eitthvað nýtt og búa til aðra valdstjórnar hópisma plebbisma sko. Þannig að það heitir á góðri íslensku að fara úr öskunni í eldinn. Fara úr slæma ástand í verra ástand. Og ekki að það sé neitt persónulegt eða einhverjum illviljað. Þetta eru bara mínar hugrenningar fara á þessar slóðir og þess vegna hef ég til dæmis verið mjög gagnrýninn á þjóðveldið. Af því að orðið veldi þýðir vald og orðið vald þýðir ofbeldi. Og að bara, já, þeirri einföld ástæðu er ég ekki hlynntur því konsepti. Og og svo náttúrulega frímúrari orðinn yfirmaður þar, þannig að það er, já, það er svolítið misjafnað. En hugsunin er góð og viljinn er góður. Það er alveg ljóst. Og sama var með fólki sem að flúði úr Egyptalandi að viljinn var góður. Þótt að niðurstaðan væri í raun sama ruglið sko. Og eftir þessi eyðimerkur ár og síðan mynduðust þjóðfélagin upp úr því og það var orðið þvílíkt ógeð að það þurfti eitthvað svona sturlaðan eins og Jesú að brjóta upp allt ruglið sko. Og það er eiginlega boðskapur Jesú Krist sem að brýtur brot andskotans eða dauðans eins og það kallar. Og það gerir hann með ofur einföldun á raunveruleikanum niður í ég er. Og hver ert þú? Hver þykist þú vera? Ég er. Og og inn í þetta getum við sett í raun allt eins og umræður þungunarrof eða bara hvaða fyrirbæri sem við tökum fyrir, þá getur ekki brotið ég er konseptið. Þú ert, eða þú veist, ég er ég frá psychot momentinu. Það er hinn einfaldur raunveruleiki. Og þú getur haft hvaða skoðun sem er á því, en það er hinn einfaldur raunveruleiki. Og það er þannig sem að hugsanir Jesú brutu niður hverja hugar smíðs vitleysun á fætur annarri. Þar sem að þeir voru að koma með einhverja hóru framfyrir hann og segja, já, grýtt hana farið sig, því hann var farið sig, sko.
grýtt hana og Jesú beygir sig niður og skrifar í sandinn og segir: "Já, sá eitthvað sem syndlaus er kastið fyrsta steininum." Og þá prumpuðu þeir allir á sig, sko. Og þess vegna er svo mikilvægt og það er líka ofboðslega erfitt að sjá út úr þessu ástandi af því að fólk er svo, heilaþvegið og konditionað og það eru sko stórvirkustu heilaþvottavélar, veraldar að hamra á hausnum á þér daginn út og daginn inn, sko. Og þannig að og ég verð að játa það að ég hef stundum þurft að taka mig taki til þess að koma fram með þessar greiningar sem ég hef komið fram og, fólk heldur kannski að þetta er svo með greiðsluverkfallið sem er alveg bara, breakthrough í sögu mannkyns í raun, eða svona frá því að greiðsluverkfallið var fundið upp. Nei, sem sagt verkföllin almennt, sko verkföllin voru ástæðan fyrir því, uppfinningin á verkfalli er ástæðan fyrir því að það mynduðust svona eins og við höfum kallað norræn velferðarsamfélög. Það er bara að þakka verkföllunum. Og nú er búið að neutralisa þau með einhverjum svona bírókrötum, sko. Og og þess vegna var greining mín á greiðsluverkfallinu sem var alveg hárrétt að eina leiðin í því umhverfi sem við erum í dag til þess að ná einhverju fram eða komast í eitthvað svona norrænt samfélag eins og var, miðað við núverandi ástæður, sko, aðstæður, þá er greiðsluverkfallið eina leiðin, sko. Og síðan náttúrulega greiðsluverkfallið fæddist þarna 2009, 10 eitthvað, aðallega 2009, að síðan hefur gríðarlega mikið gerst, sko. Og, ég hef í raun gengið lengra með þessari stjórnarskrá minni sem að heitir ekki stjórnarskrá heldur kletturinn. Þar sem að ég hef bent á aðra byltingakennda hugmynd. Í raun er þetta sennilega byltingakenndasta setning og greining í mannkynssögunni, já, frá því allavega fyrir daga Platós, að það er sú setning og hefst nú lesturinn, að innheimta skatta með valdi, svigi, ofbeldi, svigi lokast, er glæpur. Punktur, sko. Ekki glæpur gegn mannkyni, heldur glæpur. Punktur. Og þetta er þvílíkt já, ég ætla að minna ykkur á að það er copyright á öllu sem ég segi, sko, þið sjáið það hérna undir. Þannig að það sé á hreinu. Af því að það eru einhverjir að reyna að stela þessu eins og hann pólski þingmaðurinn er að reyna skattar eru ofbeldi. Er það ekki brot á höfundarrétti eða eitthvað? Nei, ég veit það ekki. Þannig að það er svolítið mikið önnur hugsun heldur en greiðsluverkfall, sko. Og þessi hugsun mín, eins og ég segi, er sennilega sú byltingakenndasta undanfarin nokkur þúsund ár eða svona. Já. Og talandi um þjóðveldið, þá er það að mörgu leyti athyglivert framtak. Og sko 930 er þetta sett á fót, segja þeir. Þegar að frímúrarar súlunnar flutuðu að landi.
Þetta er svona, þú veist, ef að tré fellur í skóginum og enginn frímúrari skrifaði það niður, féll á tréð, að þá er sett þessi, sem sagt, þetta þjóðveldi er sett á fót og, það eru alls konar, lög og reglur eða svona pælingar um það hvernig fólk tileinkar sér land og fleira slíkt. Og, núna kemur upp úr dúrnum að 1662 þá var völdum rænt á Íslandi, sem þýðir það að allar gjörðir valdstjórna á Íslandi frá þeim tíma eru marklausar, sem að þýðir að einstaklingarnir sem hafa verið að framfylgja þessum vondu verkum eru persónulega ábyrgir fyrir öllu sem hefur gerst, öllu. Og það er nú svona svolítið skrítið að vera í, bréfaskriftum við frímúrararegluna eða þessa leynireglu á Íslandi sem stjórnar öllu. Það er að öllum líkindum frímúrarareglan. Að svolítið skrítið að vera í bréfaskriftum við þá að ég og Guðjón erum að sitja fram hérna ákveðna hluti. Hann á sinni rás og ég á minni og svo stundum saman. Og og þeir henda bara heilu bókunum tilbaka, sko, bara 500 síðna fræðibókum eða sem sagt, í þeirra skilningum fræðibækur sem eru náttúrulega bara froðubækur. Og og bara, þú veist, það er bara svarað með heilu ritgerðunum, sko, eða bókunum. Það er bara bókaútgáfa til þess að reyna að þakka niður í okkur yfir heimspekingum heimsins. Það bara er að henda heilu bókafjalli í okkur til þess að þakka niður í okkur. En það er nú svo merkilegt að í þeim ritum er nú stundum staðfestir það sem að við höfum verið að, leggja fram þýsus um, eins og að Jörundur 100 daga konungur hafi nú verið svona rjómi eða kissuberið á kökunni og þetta hafi nú verið innlend öfl sem hafa séð í gegnum þetta valdarán Dana og hafa viljað bylta því og fengið þennan Jörund eða hvað hann hét til þess að, einhvern veginn vera nafnið fyrir aðgerðinni, sko. En það sem var náttúrulega verið að reyna að gera er að losna undan valdi þessara helvítis níðinga, þessara erlendu elítu stéttar sem að eru sýslumenn og valdstjórnarplepparnir allir eins og þeir leggja sig. Og Guðjón lagði fram kenningu um það að það hafi verið genocide-aðir, eða sem sagt, það hafi verið mikið af fólki myrt á Íslandi eftir þessa misheppnuðu tilraun. Og það finnst mér ekkert ólíkleg kenning hjá honum. Og það svolítið sannar þessa kenningu mína að bylting gengur ekki. Þarna var verið að reyna að bylta hlutum. Og bylting er dregið af orðinu revolúsjón sem þýðir hringrás eða labbi hring, sko. Og það virðist hafa verið reyndin af þessari byltingatilraun þarna. Man nú ekki ártalið á Jörundi en eða var ekki 1800 eitthvað, 1800 eða var það 1700. Sko, valdaránið er 1662. Árni Magnússon kemur til Íslands í kringum 1700 og rænir öllu okkar fíneríi og situr saman einhverja svona frímúrarasögu og brennir restinni, sko. Og bara, það var bara slys í Kaupmannahöfn. Bara slys. Og þetta er allt saman rosalega merkilegt. Og þegar maður er komið skilning svona á öllu þessu, á sem sagt biblíusögunum sínum, og hvernig í gegnum mannkynssöguna hefur fólk verið að reyna að rífa sig út úr þessu ógeði, þessum satanisma,
hópisma, að sko það er í raun þessi vinna sem ég var að vinna allavega, hvað er það, 1 ár síðan ég lagði fram þessa stjórnarskrá, 1 eða 2, að frá því í kringum þann tíma hef ég verið að reyna að vinna að því hvernig hægt er að komast út úr þessari ógæfu. Og, það var nú svona á tímabili menn að senda mér skilaboð bara, já, bara að ráðast að þennan og drepa hinn og gera þetta og bara allt svona fullar hugmyndir. Og þá byrjaði ég að segja eins og ég hef alltaf sagt sko, að ef það er ofbeldi í hugmyndinni þá er hún ónýt. Bara, veist, ég hef ekki áhuga á henni allavega. Og og það er náttúrlega þjóðveldið, veldi, vald, ofbeldi. Það er sem sagt hugmynd sem að ég, sé ekki að sé fyrir mig. En ég veit ekki hvort að fólk skilur hvað ég er að segja í raun. Því ég veit að það eru margir með svona alls konar skoðanir á því sem ég er að segja og pælingar í kringum það sem ég er að segja, en er eitthvað sem virkilega, þú veist, það og það er þá væntanlega bara á mína ábyrgð að ég er ekki að útskýra þetta nógu vel einhvern veginn. Og reyndar eru þarna ruglumaskínur andskotans á fullu og snúa út úr öllu sem ég segi, sko, þannig að það kannski truflar fólk líka. En það sem ég er í einfaldleika að segja er: ég er. Og við sjáum hérna í síðasta veldi sem var kaþólska Róma-kaþólska veldið. Kaþólskan var sem sagt heilaþvotturinn eða heimspekin og Róma var, hernaðar eða ofbeldishlutinn sko. Að þá í Unum Sanctum að þá er þetta hugtak sálin sko. Að hugtakið sálin er bara skráð sem eign kaþólsku kirkjunnar sko. Alveg svo DNA-hóksið er núna, það er bara sennilega hafið bætt við einu skjali þarna í Unum Sanctum skápnum sem þeir lýsa yfir að við eigum allt DNA í heiminum þegar við fundum það upp. Eitthvað svona sko. Og sko það er það sem er svo sterkt í boðskap Jesú og þess vegna er alltaf verið að reyna að drulla yfir hann og láta þann boðskap hverfa, er að hann sagði ég er. En það er hugsunin. Og það er alltaf búið að rangurrita Biblíuna fram og tilbaka til þess að reyna einhvern veginn að fela það. En þessi hugsun virðist hafa komist í gegn. Og ég er nú kannski líka að endurnýta hana í þessu samhengi. Það er ekkert víst að aðrir sem lesa Biblíuna skilja þetta nákvæmlega eins og ég. Enda er ég að sítera út frá þessari hugsun. Að sko, ef að þú segir ég er, þá kemst ekki að þetta mannlega element, eins og já, sál, sko. Ég er andi, sál og líkami. Nei. Ég er. Já, en þú ert sko, þú ert bara frumumassi og ekki orðin persóna. Nei. Ég er frá zygote momentinu. Þá er ég er. Það er hinn einfaldi raunveruleiki sem að er óháður skoðunum eða trú þinni. Hefur ekkert með það að gera. Og ég styð trúfrelsi, sko, þú mátt trúa hvaða vitleysu sem er. En það veitir þér ekki heimild til þess að eyða öðru ég er.
eða sem sagt þá hefur þú tapað þínu ég er það ekki? Er ekki þannig? Sko, ég er nokkuð viss um að rottur eru ekkert að velta þessu fyrir sér, það er bara að éta börnin sín. Þær eru ekkert að tapa svefni yfir því, sko. Og þess vegna sjáum við að hluti af þessum satanisma, satúrnisma, er þessi eugenics hreyfing. Og þið sjáið að öll þessi vísindi og fræðavinna og háskólar og Plató og hvað þeir hétu og allir þessi fróðusnakkar. Þetta snýst allt um það að ég er hinn hæsti og ég get ákveðið hver lifir og hver deyr. Og það er það sem allt þetta fróðusnakk snýst um, frá upphafi til enda. Og ef að ég get ákveðið að einhver skýrgreining sem ég bý til leiðir til þess að þú tapar lífsferlinu þínu, þá eru hlutirnir bara eins og ég segi, sko. Sem þýðir að ég er einræðis plebbinn, sko. Ég ræð. Þannig að til þess að skilja lífsferilinn, þá þarftu bara að skilja ég er. Til þess að skilja hópismann, þarftu bara að skilja eitt, sem er ég ræð. That's it. Öll þessi trúarrit og trúarspeki og heimspeki og bara allt þetta jari. Þú opnar ekki bók eða sjónvarp eða ég veit ekki hvað og hvað. Að þá sérðu ég ræð grúppuna að viðhalda sínu ég ræð dæmi. Og og það er í raun þannig, það var með Unum Sanctum, þeir gerðu þetta tröst, þetta Unum Sanctum tröst, það sem þeir lýstu yfir allar sálir væru. Ég fjallaði þetta áður, þið vita, allar sálir væri kaþólsku kirkjunnar eða þessa trösts og síðan gerðu þeir annað tröst sem að sagði að þeir ættu allt haf, allt vatn í heiminum og síðan eitt enn sem sagði þeir ættu allt land. Og þeir voru ekkert að segja neitt öðrum frá þessu endilega. Þetta var bara þeirra ákvörðun og það er í þessum sturluðu hugmyndafræðum ég ræðist hana, þá líta það þannig á ef að þú hefur ekki mótmælt einhverju sem þú kannski veist ekki einu sinni að það er til, þá bara gildir það. Þetta er ómótmælt claim, sko. Og ég ræðist þar bara að búa til eitthvað svona bara, já, ég ákvað það bara, ég ætla að drepa alla í Sýrlandi og af því að enginn mótmælti því, þá ætla ég bara, já, þá er það bara í lagi. Þetta lið er bara svona, sko. Og þess vegna hef ég gert aðgreiningu á mannverum sem að hugsa ekki svona og mannskepnum. Af því ég held að þetta sé tvö ólík fyrirbæri. Og ég geri greinamun á mannveru og mannskepnu. Og mannskepna fyrir mér, og þarna komum við reyndar inn á heilmikil fræði eins og hjá Learned Elders of Zion, heilmikil fræði þar sem þeir eru að lýsa yfir að þeir sem er ekki þeirra ég ræð grúpu að þeir séu goim, að þeir séu semst ekki manneskjur að sama kaliber og þær sjálfar. Hins vegar
Þá stenst þetta claim ekki hjá Learned Elders of Zion. Þetta er bara eitt ég ræð fróðusnakki í viðbót. Þeir byggja það ekki einu sinni rétt upp. Sko, ég reyndar sé sko ég sé að mannverur sko, ef að snákur ræðst að þér, þess að segir Biblían, þú munt merja höfuð höggormsins, að sko, ef að höggormur ræðst að þér og þú bara trampar á hausnum á honum og drepur hann, hefurðu framið morð. Eða var þetta pjúra sjálfsvörn? Af því að þetta er eitraður snákur sem er að koma í áttina að þér og greinilegt hvað hann hefur í huga eða hvað planið er hjá snáknum. Þess vegna, með sömu rökum og endilega komið við mótrök, hafi ég verulega rangt fyrir mér, þá ef að snákur, mannskepnur, koma að mannverum og mannveran trampar á hausnum á mannskepnunni, er það glæpur. Sko, leið og þú klæðist lögreglubúning eða hermannabúning, þá ertu orðinn snákur. Getur meira að segja séð það í merkjafræðunum hjá þessu liði og ef þú gerist læknir, þá ertu búinn að lýsa því yfir ég er snákur. Ég er ekki mannvera lengur, ég er snákur. Og sko, þá í náttúrulega nútíma Hollywood bíómyndum, Hollywood er náttúrulega bara hluti af bjúrókrati Pentagon, sko. Hollywood er fjölmiðladeild Pentagons. Að þú sér náttúrulega ekki þessa mynd þar, sko. En sko, ef ég fer aftur aðeins inn á Psychotið aftur að sko í þessu fóstureyðinga situasjóni, það er mjög athyglivert í þessum heimspekilegu pælingum, sko. Og ef þú situr það í samhengi við krossfestingu Jesú Krists og þú getur ímyndað eða þú getur sett það þannig upp að krossfesting Jesú Krists er myndlíking upp á aðstöðuna sem er við fósturrof eða fóstureyðingu eða hvað þetta heitir nú. Að hugsanlega var það bara söngleikur þessar aðstæður. Að sko við fóstureyðingu er móðir, þið sjáið að móðir kemur mikið við sögu í söngleiknum. Það er kaldrifjaður raðmorðingi sem er margoft myrt áður, sem er læknirinn og viðkomandi fólkið. Og síðan er saklausa lífið sem hefur enga sök framkvæmt. Það er sakleysingin í aðstæðunum. Þess vegna er fólk ofta að velta já, Jesú, hvernig getur hann verið syndlaus? Hvað meinar hann? Syndlaus? Það getur enginn verið 33 ára og syndlaus. Sem að skiptir engu máli í dæmisögunni, sko, eða myndlíkingunni. Og
Þannig að, í sögunni um krossfestingu Krists þá var lýðnum, gólemunum gefið val. Þeim var boðið raðmorðinginn eða glæpamaðurinn Barabbas eða saklausa lífið sem hafði engum gert mein, ever. Og brjáluðu góleminn fóru með saklausa lífið í gegnum réttarhöld og allt bjúrókratið sagði ég finn enga sök hjá þessu lífi sko. Og bara ég ætla ekki að gera þetta sko. Og þá kemur að lýðnum eða gólemunum. Þá spurja níðingarnir góleminn, hvað á að gera? Viljið þið Jesú eða viljið þið Barabbas? Og liðið kallaði Barabbas, þess að fá hann lausan. Og þá segja, eða í þessu leikriti, þá kallar framkvæmdaraðilinn sem framkvæma krossfestinguna, hann kallar, munið þið taka ábyrgð á dauða þessa saklausa lífs? Þá hrópar sturlaður gólem lýðurinn, já, og láti blóð hans koma yfir börn okkar. Og sjá, ég hef ekki sagt orðið gyðingur sko. Ég held að það sé nú bara svona eftir á skreytingar, einhverjar blómaskreytingar eftir á. Af því að þetta var gólemski heimsku lýðurinn sem við verið að tala um, ekki einhverja gyðinga eða farasea eða neitt slíkt. Það er bara að tala um sturluðu heimsku góleminn. Og þetta er the revolution, hringrásin sem gengur aftur og aftur og aftur. Og ég er að reyna að setja priki í teinana á þessari hjólreiðaferð. Og þið sjáið bara þennan hæl, bara að innheimta skatta með valdi er glæpur, bara þetta er bara þetta er fleygurinn í hjarta nornarinnar sko, eða hvað er það, blóðsugunar eða hvað ég man nú ekki svona draugasögur alveg, þið veitu hvað ég meina. En þess vegna þætti mér vænt ef að til dæmis þjóðveldisfólk tæki upp klettinn minn og ég nú ef ekki nákvæmlega það fólk, þá eitthvað annað fólk, ég væri til í að setja upp það apparat sko, eða það fyrirbæri. Og það er eins og Pink Floyd sem alltaf verið uppáhaldshljómsveitin mín, eða svona haldið mikið upp á Frank Zappa náttúrulega, og Roger Waters er snillingur. Og heyrt að það var haft eftir honum að sko, til þess að þegar þú ætlar að gera frábæra tónlist, þá er ekki spurning hvað þú setur í hana, hvaða tóna þú setur, heldur er það spurning hvað þú tekur út, hvað er ekki. Og til þess að taka út þarftu gríðarlega mikinn aga. Það er miklu auðveldara að setja bara fullt af tónum og drasli inn sko, og strengi og bara ofboðslega mikið að gerast sko.
Það er óbærslega auðvelt, sko. Þess vegna heyrið þið allt iðnaðarokk er bara óbærslega mikið hávaða, sko. En hins vegar til þess að gera svona snilli eins og Pink Floyd, hefur gert, þá þarftu að hlusta með því hugarfari að heyra þagnirnar. Comfortably Numb er eitt dæmi um þetta, sólóin hjá honum hérna Dave Gilmour, vini mínum. Hann er greinilega mjög mikið undir þessum áhrifum og þar sem ég er nú sólógítarleikari sjálfur þá bara, þú veist, til þess að bjarga deginum hjá mér, þá get ég bara hlustað á þessi 2 sóló í þessu lagi Comfortably Numb. Og ekki það að dagarnir mínir séu eitthvað slæmir eða ég sé með mikla þráhyggju eins og ég var sakaður í dag. En og það er það sem er svo erfitt við að skilja klettinn minn og ég var mjög meðvitaður um þetta þegar ég gerði þetta plagg að sko það sem er ekki og það sem þarf ekki, þú veist, þegar að Móse fór úr hroðatónverkinu í Egyptalandi og fór í eyðimörkina og byrjaði að setja saman þar annað hroðatónverk. Að þá nærði aldrei þessum skilningi sem að Pink Floyd hefur. Og færði alltaf bara sama gargið aftur og aftur. Þess vegna hef ég svo mikinn áhuga á þjóðfélagspælingum eða þessi orð eru náttúrulega orðin handónýtt og eru heilaþvota konsept, sko. Þetta er þjóðfélagssáttmáli. Hvað með það sem ekki kusu? Já, þeir eru bara þetta er svona 100 manna samfélag þar sem að 51 eru úlfar og 49 eru lömb. Og ég meina það þarf að hafa eitthvað í matinn og það var kjósum það. Að sko það ef þú skilur ekki þessa dæmisögu þá skilur ekki neitt, sko. Að og þess vegna er sko er svo merkilegt að verkföllin virkuðu allt í einu. Þau allt í einu bara wow, þetta virkar og bara spruttu upp velferðarsamfélag alls staðar sem allir höfðu það svona þokkalegt, sko. Og síðan er náttúrulega búið að sprauta eitri í það og hugsanlega genasæta eða svona körla þjóðirnar þannig að þessar hugmyndir eru allar ónýtar eða þannig, sko. Og þannig að það er svolítið athyglivert konsept af því það er svolítið þögn, sko. Það er að gera ekkert. Verkfall er að gera ekkert. Bara ég bara, veist og merkilegt nokk þá er það sem virkar best, að gera ekki raskat, sko. Það er það sem virkar. Og það eru þessar merkilegu þagnir í symfóníu lífsins. Og þess vegna er ég mjög áhugasamur að finna einhvers konar symfóníu sem að er falleg og reyna svona ýta þessu gargliði einhvern veginn svona til hliðar. Og það er til dæmis, hugsið ykkur, ef að þú skilur Psychot konseptið mitt og hugsunina í kringum það, lífsferil og allt það. Sérðu bara hvað mikið af þeim þær umræður bara deyja, skilurðu. Allt það morðingjahjal er bara, þú veist, það er bara þögn, sko. Þú veist.
Það er bara á fóstureyðingarstofunni þá er bara svona rússnesk rúllata sko, þar sem að allir leggja sitt líf að veði og einn saklaus sem að hefur ekki lagt neitt að veði heldur er bara í þessari rúllettu þar sem eru nokkrir úlfar að velta fyrir sér hver á að deyja í dag eða hver á að enda lífsferil sinn í dag. Og allir í því herbergi eru frumukökur sem að fjölga sér. That's it. Og og ég er að tala fyrir sem sagt algjöru ofbeldisleysi. Algjöru ofbeldisleysi. Og ég skil eiginlega ekki alveg hver getur verið á móti því. Já, nei, ég er bara á móti ofbeldisleysi. Já, ókei. Og þá passar þú ekki inn í tónverki hjá mér, sko. En það væri verra ef að bókmynd hennar skrifuðu mig út þannig að það var Guðjón sem að skáldaði upp Axel Pétur. Það er ég þarf einhvern veginn að fara að vinna í þessu, sko. En málið er að þannig að það kannski ég fari yfir í erlend málefni. Held að ég sé búinn að gera grein fyrir íslensku. Já, kannski eitt annað í sambandi við íslensku. Munið eftir sögunni Bakkabræður sem voru að bera ljósið inn í kotið sitt með fötum. Og allir sko, ef að þið horfið á þessa bankaleikfimi þá eru það skjóður. Banki er skjóða. Til þess að ausa ljósi inn í híbýli Bakkabræðra. Það var svo gaman að eitt af þessum brellu fyrirtækjum hét einmitt Bakkabræður. Og þeir eru bara að runga sér á einhverju snekkjum núna úti í heimi, sko. Og það er í raun mjög góð líkingamynd á ástandið í þessu kerfi Íslands, fjármálakerfi, þeim skipulögðu glæpasamtökum. Að sko peningar eru svona fljótandi fyrirbæri eins og íþerinn eða ljósið, sko. Að sko það er nú kannski ekki rétt að líkja það þannig, sko. Allavega peningar eru ekki neitt. Þeir eru bara þeir bara eru þú getur það er bara eitthvað sem það er bara trú, sko. Og sko bankarnir eru skjóður þar sem ekkert er tekið og flutt til híbýla. Bakka eins og ég sagði áðan, Bakkabræður. Og sko þegar að skjóðan fer inn til ríkisins þá er hún fyllt upp af peningum, verðmætum og alls konar drasli. Síðan er hún seld einkaaðilum og þeir tæma skjóðuna algjörlega, bara taka allt úr henni. Og það er reyndar peningar sem eru hvað sem er einskis virði, sko. Ekki frekar en að ljósið getur orðið til matar, sko. Og nú síðan fer skjóðan aftur inn í ríkissjóð tóm og þar er hún fyllt og svo fer hún yfir í þetta er bara svona hringrás og skjóðan heitir banki. Eða fjármálastofnun eða fjárfestingabanki og svo er
haldið áfram með þetta endalausa tuð og lygar og bla, 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 bla til þess að verja þessa skipulögðu glæpastarfsemi. Og svo eru menn að rífast um það hver er að bera skjóðuna eða já, ég sá nú beyglu á þessari skjóðu þarna sem var verið að nota, sko. Já, og hvað, skiptir engu máli. Já, við þurfum að skipta um gjaldmiðil. Nú, af hverju? Breytir engu hvaða gjaldmiðil þú notar í þessa starfsemi að taka skjóðu fram og tilbaka og tæma hana og fara svo með hana inn í ríkissjóð og fylla hana. Þarna sjáum við líka af hverju að innheimta á sköttum með valdi er glæpur, sko. Og hérna, þetta er bara í gangi og enginn og ég er fáviti þorpsfífli, sko, sem er að benda á heimskuna í þessu öllu. Og hérna og svo er í þessum blekkingaleik, þá allt í einu einhvern tímann endaði í þessum svarta Pétri, þá endaði ríkissjóður með einhverjar skuldir sem að þarf að borga, ja, það var nú 100 milljarðar og nú er það komið hvað 70 milljarða á ári sem er greitt í vexti. Og af því að svo mikið að gera í að greiða vexti, þá var ekki hægt að gera neitt annað. Börnin bara svelta og þú veist, og fólk lifir bara inni í moldarkofanum og rungaði sér yfir sjónvarpinu eða eitthvað. Og allir bara, veist, já, já, þetta bara er svona, sko. Nú. Og áfram heldur leikritið bara. Bara Bakkabræður alltaf að bera ljós inn í, þú veist, þetta er bara eitthvað svona og svo allt í einu bara skulda þú alveg bara skriljónir og það má ekkert gera þegar það er svo miklar skuldir og veitu, eiga þessir vitringar ekki peningabrennd vel? Geta ekki bara prentað á korteri og bara burt með þessar skuldir? Nei, það má ekki. Nú, af hverju ekki? Það er it's complicated. Já, einmitt. Þetta er svo flókið, sko. Ja, þú ert ekki sérfræðingur, Axel. Þú ert ekki hagfræðingur eða hagræðingur. Þú ert ekki Ég er. Ég fatta alveg bluffið, lygarnar og blekkingarnar, sko. Ég sé alveg þessa fariseia í sértrúarsöfnuðinum við Vatnsmýri, sko. Já, við erum hérna í kynjafræðum. Ég er hérna prófessor í kynjafræðum. Nú? Og við hvað vinna svona prófessorar í kynjafræðum? Já, þeir eru svona að spá í muninn á typp og píku, sko. Já. Og ertu þá að þessu í sjálfboðinu? Nei. Ég hef með 2 milljónir á mánuði í þessu, sko, og hérna örugg laun bara svo lengi sem ég nenni að draga andann, sko. Jaha. Og þú sérð ekkert að í landinu er gríðarlega mikið af fátæku fólki? Já, það er ekki mitt vandamál, sko. Það er bara, ég er bara að sinna mínu starfi hér í kynjafræðum. Það sé nú alveg á hreinu að menn rungi sér rétt og poti píkuna á sem er réttum aðferðum, sko. Þetta er ekkert hægt að gera bara hvernig sem er, sko. Já, einmitt. Já, við erum hérna með prófessor í mannréttindafræðum. Nú, hvað snúast mannréttindi? Já, það er svona að ákveða hvaða réttindi fólk hefur. Nú, hver skipaði þig í það? Já, það er hérna valdstjórnarplebbarnir. Já, er það liðið sem er að innheimta skatta með valdi kannski? Já, það er einmitt akkúrat þeir. Ég er. Og þú ræður ekki. Það er nú kjarni mannsins, eða ekki? Mannverunnar. En hérna,
Ég ætla að fara í erlendu málin og ekki ætla ég að gera eitthvað annað. En sem sagt, þegar ég fer í forsetaframboð við næstu forsetakosningar, þá mun ég lofa því að byggja vegg í kringum póstnúmer 150 Reykjavík og ég mun standa við það loforð. Og ef við förum aðeins til útilandanna, þá er nú greining mín að koma fram að stríðið, ef það kemur, mun vera á milli Rússlands og Evrópu og Bandaríkjanna og Bretlands. Og þið sjáið það nú bara, það var í vikunni, þá var nú bara Spánn og Bretland og Junckers þarna, einn af kommissörunum í Evrópubandalaginu, það var næstum því bara stríðsástand þarna á milli. Og kemur í ljós að greiningin á Evrópubandalaginu, ég á hana ekki alveg einn, Guðjón á hluta, það er eitt af þessu sem hefur pingpongað á milli okkar, að kemur í ljós að greiningin á þessu apparati er rétt, að Evrópubandalagið er hersetuapparat þessara glóbalista, fyrirtækja glóbalista. Það er alltaf verið að tala um einræðisherra. Hvað einræðisherrar þessi og einræðisherra hitt séu skelfilegir. En á sama tíma eru þeir sem eru að prumpa þetta út hanabjálkana hjá sér, þeir átta sig ekki á því að þeir lifa við einokunarherra, sem er í raun enginn munur á. Einveldisherra og einokunarherra er sama shitið, bara sitt hvor nöfnin. Og annað sem að Guðjón á hann á þessa greiningu, að það eru gömlu viðskiptaveldin eins og Masetti og Hansa-kaupmennin og allt þetta. Þetta er liðið sem að reisti Sameinuðu þrjótana á Evrópubandalagið og það er þetta lið sem að stýrir öllu. Það eru þessi viðskiptaveldi og þess vegna sjáum við til dæmis á Íslandi bara lítið fyrirtæki sem ég var að byggja upp í tölvubransanum þegar ég var ungur og saklaus og vissi ekki neitt í minn haus, að það var allt saman bara drepið. Þótt ég hafði óbúslega mikla velgengni og gekk vel, það sem ég var að gera var mjög flott, allar markaðsgreiningar 100% réttar og allt slíkt, þannig að eina vandamálið í mínu fyrirtæki var vöxtur, það óx svo rosalega hratt. Og það var bara svoleiðis verið að skriðtækla mig með skattinum og ég veit ekki hverjir voru ekki að skriðtækla mig því ég var í samkeppni við fyrirtæki sem var í lífeyrissjóðirnir ráku og þannig að mínu apparati var slátrað á mjög brútal hátt. Og það þið sjáið það bara með öll önnur fyrirtæki sem er að reyna að byggja upp eða fólk er að reyna af hverju ekki fleiri bara að stofna banka, það er út af einokun. Af hverju ekki fleiri með tryggingafélög, það er út af einokun. Eða olíufélög, það er einokun. Og einokunarherrar eru nákvæmlega eins og einræðisherrar. Af hverju fékk ég ekki hlutabréf í Símanum þegar það var bara gefið, eða Landsbankanum þegar það var gefið, eða Búnaðarbankanum þegar hann var gefið. Af hverju var þessu fólki gefið en ekki mér? Það er skipulögð glæpastarfsemi í gangi. Og og það er það sem að er að gliðna núna. Það eru þessi krumlutök sem að viðskiptaveldin hafa haft á mannkyni. Og IMF til dæmis, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, er bara svona corporate fyrirtæki sem er rekið af þessum fjölskyldum. Sameinuðu þjóðirnar er bara einkafyrirtæki sem að þessar fjölskyldur reka, Rothschild, Rockefeller, Wurth, Carnegie, Ford og þeir allir með svona foundation. Og þetta er bara liðið sem ræður öllu.
og hefur líka ráðið öllum fjölmiðlum, þannig að það er bara engin frétt neitt, það hefur enginn getað heyrt í svona fáviti eins og mér til dæmis. Svo hvað eru kanniði hvað eru mörg viðtöl við mig á á Screw You til dæmis? Kannið það? Og meira að segja ég sem að fann upp greiðsluvarkallið, kanniði hvað var oft rætt við mig á RÚV vegna þess. Og og það myndi enginn tala við mig ef ég væri ekki með YouTube á, sko. Og og sennilega fer það að lokast líka. Ég sá áðan að það var verið að slökkva á hjá mér. Ég er sko tölvumaður, ég veit alveg hvenær er slökkt á og hvenær það eru einhverjir böggar, sko. Þetta var bara slökkt, sko, svona. Og og líka Facebookin hjá mér í dag, sko, það er búið að vera við sjá líka Vísir.is, þeir hafa bara blokkerað nánast öll komment frá mér í dag. Og og þá komum við að málum eins og Sýrlandi, Líbíu, Afganistan og öll þessi ríki, sko. Þar sem að þessi drullukapall hérna, þessi viðskiptapólitísku hernaðarveldi bara er að haga sér eins og mannskepnur, sko. Og ég dreg alvarlega í efa tilverurétt þessa ógeð, sko. Og við sjáum meira að segja að íslensku fjölmiðlamenn eru alveg á kafi í þessu að tuðra út stríðsáróðri fyrir einhverja 5 ára. Sko, sko, það er nú sennilega gleðifréttir að þessi eiturefnaárás gerðist aldrei þarna í Sýrlandi. Þetta er bara blekking. Þetta er bara svona sviðsettur atburður í einhverri herstöð, hugsanlega bara í Afganistan þess vegna eða einhvers staðar. Og hugsanlega eru þessi veist, þetta er bara þetta gerðist aldrei, sko. Og ekki það að þessir þetta viðbjóðspakk myndi ekki hika við að eiturefnafólk, sko, eða börn til þess að ná einhverju fram og meira að segja viðurkennt það bara opinberlega. Muni þetta Albright þarna, feitu tussunni sem sagði, var spurð í fréttaviðtali, já, þótti þér það nú þess virði að drepa 500.000 börn þarna í Írak? Já, okkur fannst þetta alveg frábært, sko. Og það var bara í viðskiptabanninu, sko. Og Frosti Logason var í morgun að mæla fyrir því að drepa 500.000 börn eða fleiri jafnvel með viðskiptabanni. Þannig þið þurfið að átta ykkur á því hvað þessi plebbar standa þér nálægt. Bara í morgun á Armageddon á útvarpsstöðinni X-inu á Íslandi var stríðsáróðurs plebbi að leggja til sömu aðgerðir og drápu 500.000 börn í Írak. Og á svipuðum lyfum, sko. Og veistu, hann bara gengur um bæinn eins og ekkert sé. Bara, actually Geðvíkur sögu. Já, einmitt. Sennilega, veist. En ég ítreka aftur að baráttan er ekki við menn á holdablóði, heldur anda verið vonskunar í himingeimnum. Ég er nú bara að taka þetta dæmi af því að það var svo augljóst. Og ekkert persónulega ekkert Frosta, ég held að hann sé að mörgu leyti ágætur nagli þótt að sé svolítið blindur akkurat núna. Að sko, þið þurfið aðeins bara að fara að horfa á þetta fólk bara steinsnar frá ykkur, sko, sem er bara að dæla þessu í eyrun á okkur, sko. Og meira að segja útvarp Saga
Í morgunþættinum er sama bullet listin sem að verið er að lesa upp þar og svo náttúrulega í öllum þessum þáttum þeirra, þá er verið að lesa upp þessa stríðsáráður svellu frá NATO og co. Bara algjör steypa, sko, og lygar og þvæla og vitleysa. Og það er ekki eins og það hafi ekki verið varað við þessu. Eisenhower varaði við því að, þessi military industrial complex væri orðinn alveg gjörsamlega out of control. Það var fyrir 50 árum, sko. Þannig að það sem er að leggja þetta heimsveldi að velli eru við Youtuberarnir. Við erum að leggja þá að velli og, eflaust megum við búast við einhverjum, þess vegna dauða okkar. Ég veit ekkert um það. Það það hefur nú komið þarna fram og plebbar í þessum glæpasamtökum og sagt að það verður að þagga niður í þessum predikurum. Og, Evrópubandalagið var að, sitja þess vegna byrjaði nú allt þetta YouTube kjaftaði og Facebook, ruglað. Evrópubandalagið gerði bara kröfu um þetta. Þetta var allt saman ritskoðað. Það liggur frammi krafa hjá Evrópubandalaginu að ritskoða allt sem ég segi. Ég ræð. Ég er ekki að tala fyrir því að meiða neinn eða ofbeldi gegnum einum eða neinum. Ég er aðallega að tala fyrir því að fólk hlusti ekki, eða sem sagt bara nei, ekki meira takk. Og fara að rækta kartöflur og veiða sér fisk. Farið að veiða fisk og sjá því hver kemur. Til að komast að því, ég meina, hver ræður yfir, finndu það út úr því hvern þú mátt ekki gagnrýna. Þá veistu nákvæmlega hver það er. Farðu og veitu fisk og þá veistu nákvæmlega hver það er sem ræður yfir þér. Ég meina, farið á morgun og veiða fisk, bara absolutely. Það getur enginn bannað ykkur það. Enginn. Ekkert frekar en að þú getur bannað einhverjum öðrum að veiða fisk. Það er bara ekki hægt. Þannig að í þessum útvarpsstöðvum á Íslandi, ég hlusta náttúrulega ekkert á sjónvarp, sko. Allavega á þessum útvarpsstöðvum á Íslandi, þá er allan daginn verið að segja þér að þessi einræðisherra í Kóreu, Norður-Kóreu og einræðisherrann í Sýrlandi og einræðisherrann í Líbíu og einræðisherrann í Afganistan og einræðisherrann í Írak eru allir alveg spinnigal. Og þess vegna þurfa að sprengja börnin þeirra og konurnar þeirra til helvítis. Og þú bara, já, þessi Assad, sko, hann er alveg, vá, sko. En var enginn búinn að segja þér að þetta eru einu löndin sem eftir eru sem er ekki með þennan helvítis Rothschild seðlabanka sem að er að rukka 70 milljarða af Íslendingum í vexti? Og hvað var gert fyrir þessa peninga þar sem þessir vextir eru af? Ekkert, það hefur ekkert verið byggt á Íslandi í 100 ár. Eða þannig, það var Kárahnjúkavirkjun og that's it. Og það var ekkert verið að byggja það 2009, sko. Hvað var gert fyrir þessa peninga? Hvað var gert fyrir peningana sem verið að borga 100 milljarða í vexti af? Ekkert, þetta er bara blekking. Þú er bara heimskingi. Nei, fyrir ekki. Góðir menn voru nú að segja með hún hægt að kalla fólk heimskingja. Ég gerði mig farinn reyndar í vikuna að hlusta á Rás 1 eða 2 eitthvað að skrúfjú. Einhverja svona þætti. Og ég tek eftir að þeir tala, ég reyndar hef röddina í það, sko. Þeir tala svona svolítið svæfandi svefni, sko, svo dæla þau alveg inn vitleysuna á milli, sko. Eins og það var einhver að vera að tala CO2 er bara alveg
ef að við tökum ekki skatta af CO2 þá mun bara heimurinn farast og það mun koma djöflar inn um sólina og það mun bara DNA-ið mun detta í sundur og það mun bara þú munt bara brenna upp í helvíti ef að þú greiðir ekki CO2 skatt og það hérna alls konar dímonar sem eru á móti þessum CO2 skatti. Það er bara fullt af fólki sem er hérna stutt af olíufélögunum að benda á það að öll gögn og allt í kringum þetta CO2 dæmi eru bara blekkingar og lygi. Þetta fólk er alltaf að vinna fyrir olíufélögin, sko. Þannig að þetta er ekkert það er ekkert að hlusta á það, sko. Og bara móðir jörð og svo er hérna útrýming dýra, sko. Það eru 200.000 dýr sem að deyja út á ári hverju. 200.000 dýrategundir sem deyja út á ári hverju. Vá. Og hver er að drepa allar þessar dýrategundir? Eru 200.000 dýrategundir bara yfir höfuð á jörðinni? 100.000 dýrategundir. Og fyrir ykkur og ungi Jesú Rothschild. 305. Það þýðir að það eru 548 dýrategundir sem deyja út á dag. 548 dýrategundir deyja út á dag. Þetta er bara sagt í Ríkisútvarpinu. Bara, já, það var yfir 200.000 dýrategundir sem deyja út á hverju ári út af CO2 af því að þú borgar ekki skatta af því. Þú vilt ekki borga skatta. Það er ástæðan fyrir því að það eru 200.000 yfir 200, þessi er næstum 280.000 dýrategundir sem er að deyja út á hverju ári af því að þú vilt ekki borga skatta. Þú ert ógeðslega vond manneskja, þú ert bersyndug. Þú þarft að greiða aflátsbréf fyrir að anda frá þér og láta bílinn þinn prumpa og allt það. Já. En hérna, hvernig er með þessar loftslagsráðstefnur? Labba þeir þangað sem að er að mæta þær? Nei. Og hvernig kemst fólk á þessar loftslagsráðstefnur? Það tekur allt svona einkaþotur. Já, ókei. Það virðist ekki hafa miklar áhyggjur af þessu CO2 dæmi. Jú, rosa áhyggjur af því. Já, það hlýtur þá að labba frá flugvellinum á fundarstaðinn, nei. Það koma hérna sérstakir sendiráðsbílar sem er allir með 8 sílindra vélum og bara búm, búm, öllum keyrt. Nú, er ekki CO2 að drepa allt, að bara rústa allri jörðinni? Jú, það er alveg bara þannig, sko. Og sérstaklega þeir sem vilja ekki borga skatta eða trúa þess ekki, þeir eru verstir, sko. Þeir eru að eyðileggja jörðina mest, sko. Já, ókei. En hérna, kæri CO2-risti, hvernig er þetta með öll þessi herskip? Eru þau ekkert að CO2-ast? Nei, það er ekkert CO2 frá herskipum. Nú er ekki eitthvað mótor í svona herskipi? Jú. Og nota þeir ekki eitthvað svona eldsneyti? Jú. Og er ekkert CO2 af því? Já, þú ert bara eitthvað svona aðgerðasinni og bara eitthvað á móti hérna sköttum og svona. Það er alltaf ekki að hlusta á þig. Ókei, en ég meina, hvernig með þessi herþotur sem var að fljúga bara er ekkert CO2 sem kemur út úr þeim? Jú. Og hvað? Svona samsæriskenningar, sko, veistu, þetta er bara það er sagt að öll stríð séu háð út af trúarbrögðum. Ég held því fram að öll stríð séu háð út af heimsku. Og platónskum húmaníska einhverju dæmi. Það er allir óað mikið á móti genósætum. Genósæt eru bara genósæt, sko. En hefurðu kannað demósæt? Þegar að ríki valdstjórnir drepa sitt eigið fólk. Það er sko margfalt meira heldur en genósæt. Genósæt er bara svona barnaskapur við hliðina á demósætum, sko. Við verðum að borga meiri skatta til þess að fá öryggi. Já, einmitt, það ekki. Það er svo sniðugt að gera það. Og hérna, það er í raun alveg með ólíkindum að hlusta á fólk vera að koma fram í fjölmiðlum, allar þessar helvítis hérna kanamellur og Brussels
Kaupmannahafnar hórur koma fram í fjölmiðlum, sko, þar sem Íslendingar búa bara í matarkistu, sko. Þú veist, þarftu ekki annað en að teygja svona út hendina, blúps, þá áttu komið fisk eða bara hval. Einn hvalur er með 30 tonn af kjöti, sko. Og, það er enginn að veiða hval og það er enginn að veiða sel og það er enginn að veiða fisk og það er bara verið að segja að þetta er allt saman ómögulegt, við þurfum að flytja meira inn að baneitruðum mat að utan. Og svo þegar allir orðnir veikir af þessum baneitraða mat að þá tekur Rockefeller læknamafían við með eiturmeðferðirnar og eitrar ennþá meira fyrir þær. What? Það er alveg ótrúlegt, sko. Svo sé ég svona snillinga eins og Pálma, hann er snillingur, hann Pálmi hérna með hérna Edengarðana sína eða hvað hann kallar þessi gróðurhús sín. Ég reyndar hefði áhuga að ég ætla nú að spjalla við Pálma. Það getur verið að ég sitji svona kjallarinn hjá mér í einræðisríkinu Svíþjóð. En málið er það, sko, að þetta sem Pálmi er að pæla er náttúrulega sniðugasta í svona innanhús ræktunarstarfsemi sem hægt er að hugsa sér. Hins vegar er annað sem er ofboðslega sniðugt og það var fundið upp fyrir ofboðslega löngu síðan og það heitir náttúran. Það þarf ekkert rafmagn til þess að halda henni gangandi eða byggja nein hús eða neitt, hún bara er. Hún er þarna bara. Og og það er hægt að bara veiða sér í matinn. Allt sem þú þarft að borða er hægt að veiða sér í matinn. Íslendingar þurfa ekki að rækta neitt eða flytja neitt eða gera neitt. Geta bara verið heima og runga sér allan daginn. Ef þeir vilja, sko. Og svo náttúrulega með alla þessa túristabjána sem er að vaða til Íslands, þá þurfum við ekki einu sinni að gera neitt til þess að eða þurfum bara að segja, já, Gullfoss, hann er þarna. Þú veist, já, þetta er Bláa lónið hérna, farið bara hoppið úti. Og þá erum við komið með allan gjaldeyri sem við þurfum til þess að hafa eitthvað vídeó að horfa á meðan við erum að runga okkur. Já, þú veist. Og allir bara alltaf að mæta í vinnuna og bara vinna og bara og alltaf að hækka skuldin meira og bara allir bara blaðrandi bara, já, þetta er bara Axel er geðveikur, þú veist, það bara allir bara, já, hann er geðveikur, hann er bara ruglaður, sko. Hann er eitthvað á móti sköttum og svona, sko. Hann er á móti velferðarkerfinu. What? Hvað er þetta að meina, Fábjörni? Þetta er bara þetta er tragikómískt. Men það var ekki hægt að skrifa svona leikrit einu sinni. Horfiði bara á alla Danadruslunar í Alþingiskofana þarna með dönsku krónunni. Bara horfiði á þetta lið og hlustiði á þetta bara, veist, bara, þú veist. Þjóðleikhúsið á ekki roð í þessar sýningar, sko. Já. Munið þið þegar Englendingar hertóku Skot og voru með Skota hertekna. Þá settu þeir svona lög í Skotlandi að ef þú giftir þig, þá þurftir að láta aðalsmanninn ríða konunni á brúðkaupsnóttinni. Ekki líkur Mel Gibson í Braveheart. Og þannig er það bara á Íslandi, sko. Veist, þeir geta þess vegna bara sett svona lög og þú myndir fylgja þeim. Þú ert bara, ég reyna að segja ekki hálfið heimskingi. Hvað á ég að gera? Hvaða orð á ég að nota? Óviskastykki. Þú ert ekki viskastykki. Þú ert ekki einu sinni viskustykki.
Nei, þú veist, þetta er rosalegt skemmtiatriði og hlusta á þessa útvarpsstöðvar á Íslandi bara, já, Assad er bara ógeðslega vondur kall og hann er bara ógeð og hann er bara, þú veist, að éta börnin í landinu og hann er bara alveg viðbjóður og hann er svona trúarbrögðin sko, trúarbrögðin er alveg bara þú ert bara að labba á Laugaveginn svo allt í einu farið svona trú og bara fer og sprengir því í loft upp að þeir eru ekki búin að segja þér og fáir 72 hérna mega ríða þeim í himnum og svona og þess vegna ferðu bara og sprengið í tætlur út um allar trissur og múslimar eru vondir, múslimar eru vondir, múslimar eru vondir, Seðlabankinn Seðlabankinn, hann er að gera svo sniðugt stöf sko, þetta er svo góðir strákar og svona, þeir eru búin að redda öllu sko og bara fólk er einhvern veginn bara að vinna á færibandinu og bara, já, ok, ég er nú svo að sprengja þennan vonda kall þarna. Það er svona rétt sko og Rússar eru voða vondir líka sko. Það var í útvarpinu sko. Ok. Interesting. Very interesting. Okay. Þannig að þetta er status report frá pönnukökunni. Já. Varið ykkur á NATO listánum og já, einmitt, tölum aðeins gjaldmiðlamálinu. Sko, það er til íslenskt máltæki sem segir það liggur í sjálfum sér, ekki þannig sem það er. Sko, ef ég væri kosinn sem forseti, það er meira sem brandarar hér líka, þá myndi ég byrja á því að taka upp gull og silfur sem gjaldmiðil og þorska og bara whatever. Allt sem hefur gildi í sjálfum sér er sjálfsagt að nota sem gjaldmiðil. Allt annað er skipulögð glæpastarfsemi. Og sko, þeir sem vilja vera í skipulagðri glæpastarfsemi eftir að ég er orðinn forseti, þeir mega vera bara innan veggja 150 Reykjavík. Þar mega þeir bara vera eins mikið og þeir vilja og gera allt sem þeim sýnist. En við mannverurnar, afkomendur víkinga, við höfum ekki áhuga á meiri sambúð við þetta ofbeldislið. Allavega ekki ég er alltaf að tala fyrir mig og ég veit það eru margir sem að hlusta á mig og eru svona á sömu línu og ég kannski, það er svona mest að tala fyrir hönd sjálfs míns. En það verður svona meira ef maður segir við, gamalt sölutrygg. Við erum búin að fá nóg. Þjóðin krefst þess að það verði lamb í matinn. Þannig að sko, ef að þið hafið áhuga á því að ég sé nú að Sigmundur Davíð er að spá í stjórnmálaflokk, ég var nú alveg til í að vinna með honum til dæmis. Ef hann treysti sér í að taka upp mitt fínerí sem ég veit ekkert hvort hann vill. En ef að ykkur vill vinna með þetta með mér í þessu, þá er ég alveg til í það og ef ykkur vill styðja mig til að fara í forsetaframboð, þá er ég alveg til í það. Og það hefur svo sem ekkert verið neitt mikið af fagmönnum sem hafa valist í eitt eða neitt. Það er enginn vilja að skrifa á Frelsi TV eða þeir sem hafa skrifað það ekki náði í einhvern veginn. Og ég virði alveg viljan fyrir verkið sko, en það þarf að koma hlutunum í verk samt.
og og ég er alveg til í að starta micro einhverju með þessum kletti mínum og því að ég er alveg til í alls konar, sko. En hins vegar, getur verið að þurfi að koma einhverjum eins og mér eins og til dæmis annað sem ég get bent ykkur á sem ég myndi gera strax sem forseti. Ég myndi sko, það þarf reyndar að gera suma hluti inn í glæpaklíkunni, sko, með lögmætum hætti, inn í þessu rugli þeirra, sko. Þannig að ég yrði til dæmis skipaður forseti, þá myndi ég byrja á því að setja Marínó eða já, Marínó til dæmis eða eitthvað sem ég treysti til þess að reikna út verðtrygginguna. Og það myndum við náttúrulega bara eins og er gert í dag, það er alltaf valdar vörur í dag og skipt út á 3 mánaða fresti, skipt út vörunum og þeir vita alveg hvaða verð munu fara niður og hvaða munu fara upp. Sum eru bara árstíðabundin, sko. Þannig að minn aðili í verðtrygginga útreikningum mun bara alltaf reikna þannig að verðtryggingin færi bara bara beint strik niður, þannig að allir eru skuldlausir bara á 3 til 6 mánuðum, sko. Og þá fara menn að segja: "Já, þetta er eignaupptaka." Nei, nei, þetta er bara kerfið sem þið bjugguð til sjálf, þannig að mannskepnurnar ykkar. Þannig að við erum bara að nota ykkar kerfi, sko. Þannig að það eru ákveðin rök fyrir því að fara í svona hostile takeover af þessari maskínu. Og ég er alveg til í alls konar ævintýri. Veist, ég er svo gaman að vera til og gera alls konar brall, sko. Og til dæmis, Hagsmunasamtök heimilanna og sú barátta, það var enginn að tala við okkur fyrr en þessi greiðsluverkfallshugmynd kom upp. Og þá fóru bara alls konar pólitíkusar hátt settir að mæta bara á fundi hjá okkur. Já, er ykkur alvara með þetta? Ætlið að fara, já, ætlið þið já, þetta, já, greiðsluverkfallið, já, þetta, er þetta ekki svolítið slæm hugmynd og svona, ekki bara færi í samræður og svona, þeir komu bara alveg náfölir, sko, að tala við okkur. Að þetta var það sem að virkaði, sko. Og þannig ég kann alveg á ég kann þessa skák mjög vel, sko. Og ég hef náttúrulega ekki sagt ykkur helminginn af því sem ég væri vís til að gera, ég yrði kosinn forseti, sko. En ég get allavega sagt ykkur það að ef að ég yrði kosinn forseti og ekki drepinn alveg um leið, þá myndi Ísland breytast mjög hratt. Já, þú ert ekki með Alþingi, nei, breytir engu. Ég fylgi bara prógramminu, ég skipa ráðherrana, þeir ráða. Það er bara þannig. Og já, það er ekkert þannig, jú, þannig hefur alltaf verið og þannig er það. Þannig að, sko, hostile takeover á svona, kerfi er ábyggilega spennandi verkefni. En þá þarf maður náttúrulega að horfast í augu við það eins og Jesú gamli í eyðimörkinni þar sem að ég skal gefa þér stjórn yfir öllum ríkjum heimsins ef þú þjónar mér. Að reyndar var mér alltaf boðið tilboð, fulltrúi NATO og á Íslandi, bauð mér greiðslur fyrir að halda kjafti, sko. Ég hef áður fengið vinnutilboð að vinna í kringum NATO og fyrir mjög gott kaup og ég hafnaði af því að ég er ekki tilbúinn að búa til maskínur eða sitja á svona uppsetningar í veist, kringum þetta stríðsdrasl þeirra og ég er ekki tilbúinn að hjálpa við það neitt, sko. Já, en ertu ekki að borga skatta í Svíþjóð? Jú, jú, ég er bara þræll eins og allir aðrir. Og ekki það að ég vilji gera það, sko. Og þannig að ég, þar sem ég hef frjálsan vilja, þar geri ég ekkert sem að meiðir annað fólk, aðrar mannverur. Og þannig að því miður þá er ég svona kjáni eins og Jesú, sko. Ég er svona Jesú kjáni, ekki Jesú Kristur heldur Jesú kjáni. Ég meina það er ekkert þess virði að lifa hér með andskotanum.
Fyrir mér þá er það einskis virði, sko. Ekki það að ég sé syndlaus, sko, ég ætla ekkert að kasta steinum, sko. En ég meina eitthvað verður maður að röfla yfir þessu. Ég meina hvað á maður að gera? Hvað ert þú að gera til dæmis? En svona ég undirstrika það sem ég sagði í upphafi að það er að renna upp fyrir mér hvað þessi vinna mín er í raun merkileg. Hvað þessar niðurstöður mínar eru svakalegar. Og það er náttúrulega ljóst að frímúrarar plebbarnir munu reyna að stela þessu frá mér eins og öllu. Hvernig sem það er. En ég sagði þarna hjá Harmagreddunum í dag, þarna í gasljósklefanum. Þá voru þeir að tala um að þetta væri þráhyggja hjá mér eða væri sem sagt einhvers konar sjúkdómur. Og það er reyndar eitthvað sem ég þarna hef náttúrulega lesið sálfræði alveg í gegn og ég útskrifaðist í Danmörku sem sálusorkari, sko. Og það er bara hef ég kúrs í sálfræði og slíku. Og náttúrulega í kirkjunum hef ég unnið töluvert í sálusorgun. Þannig ég veit alveg hvað er verið að tala um að vera compulsive og vera bara svona alveg fastur í einhverju grillu, sko. Og það er náttúrulega eitthvað sem að ég hef meðvitað passað mig á. Og takið líka eftir bara í gegnum vídeóinu, ég stundum byrja á einhverju og svo bara hætti ég því. Þú veist, þetta er bara og held áfram, sko. Og þetta að ég sjái allt sem falska fána er náttúrulega ekki alveg rétt, af því það eru ákveðið mynstur, æfing. Það er bara ólógískir hlutir, uppröðun bara á sjúkrabílum og drasli í kringum þetta. Þú veist, einhver ráðherra fer að gera CPR á mann sem er búið að stinga út um allt, sko. Og það standa þarna 4 læknar í kringum hann. Og spítalinn er 100 metra fjarlægð frá þeim. Og ég segi þetta er bara bullshit, þetta er falskur fáni, sko. Og og sama með þessa Sarin árás í Sýrlandi, að ég sé bara þarna hvítu hjálmana sem eru Óskarsverðlaunaleikarar frá Hollywood, sem er Pentagon, sko, það er sama fyrirtæki. Og svo sé ég þá bara berhenta að bera lík fólks sem átti að hafa dáið úr Síranárás, eða Sarin eða hvað þetta heitir. Og það vita allir að ef þú snertir einhvern svona með berum höndum þá ert þú dauður sjálfur, sko. Eða sjálf. Og sama var munið með ebóluævintýrið í Noregi, þið getið séð debunkið mitt á því á Scandinavian Report. Þá sjáum við að þarna er allir í þessum gamebúningum að koma með stelpuna heim frá Afríku og til Noreg, sko. Veist, þetta er einhver ímyndunarveiki að þetta sé vírusar eru náttúrulega blekking og hóks og vitleysa. Vírusar eru cover-up lýsing á eiturstarfsemi, hernaðareitri. Og en sagan er þannig að hún sé með svona rosalega smitandi sjúkdóm sem heitir ebóla. Hún getur bara rústað allri þjóðinni. Og hún er í Afríku, sko. Og þeir ákveða að fljúga með hana til Oslo, bara beint í sentur á Oslo. Og þá fattaði ég að þetta er falskur fáni, þetta er lygi. Af því ef að þú, sko, og það er eitt sem ég tékka líka, það er að þú brýtur svona bara normal pródúsera eða aðferðir. Já, þú bara uppskriftin er öll tekin úr samhengi, sko. Þú veist, ég ætla að baka piparkökur en ég bara er að nota slátur.
Þannig að byrju, ertu að gera piparkökur? Já. Og ætlarðu að nota sama efnið og í slátur? Já, já. Veist það bara, það er bara lygi. Þannig að þeir flugu með hana inn í Osló í staðinn fyrir bara í herskip, sóttkví fyrir utan Afríku og eða í einhverju drasli sem er með náttúrulega fullt af hernaðardrasli þarna niður frá. Og síðan komu þau til Osló og þar var þessi mikla sýning, flugvélin lenti og bara allar þessar kamerur að taka mynd af henni, hún lenti og svo kom stelpan og þessi yndislega hjúkrunarkona er með ebólu og hún getur dáið og svo eru þessir gasklefa-gaurar og farið með henni í sjúkrabílinn og gasklefan og svo er þarna bara gaur með klippispjalli leikstjórinn sko, bara ekki í neinum búning eða neinu, bara við hliðina á geimbúninga liðinu sko. Og þá komum við allir þessi YouTube-villisingar og bara svo þetta er hoax, þetta er hoax. Og það bara korteri seinna kemur stelpan bara ég bara læknaðist og nú er ég bara alveg í lagi sko, og ég er að fara aftur til Afríku og bara pabbi hennar, já bara drífðu til Afríku aftur elskaðan og þetta er svo frábært og hann er náttúrulega ritstjóri í Aftenposten sem er ritstjóri, þeir eru alltaf á Bilderborg sko. Já, bara tilviljun Axel, bara tilviljun, þú ert bara compulsive, geðveikur, sjá þetta svona. Já, ok. Þannig að ég sagði í þessu viðtali að ég er mjög opinn fyrir gagnrýni á vinnubrögðin hjá mér. Hvernig ég er að vinna þetta hugsanlega vitlaust. Og það hefur ekkert slíkt borist. Það hefur enginn komið með neina mótrök við þessari greiningu mínu á Ebola-hóksinu í Noregi. Það hefur enginn komið með nein mótrök sem ég hef lagt fram núna við að þessi eiturefnaárás í Sýrlandi er bara lygi frá upphafi til enda og það er mjög auðvelt að tékka á því. Og það er bara mótmælt að þessir blaðamenn á þessum fjölmiðlu starfsemi á Íslandi eru allir saman hálfvitar eða heimskingjar eða bara villsingar. Þeir eru bara eitthvað að vélrita bara frá ef þetta eru manneskjur, þetta eru bara einhverjir róbótar sem gera þetta. Murdoch var nú ánægður eða sem það var svona, nú fæ ég róbóta, það var ekki að vera með þessar helvítis pissandi dúkkur hérna. Þessi useless eaters and breathers. Þannig að ég held að ég sé nú bara einn af geðhraustustu mönnum Íslands fyrr og síðar. Ég ætla nú bara einhvern veginn að taka viðtal við mig, kæru fjölmiðlur og fá ævisöguna mína sem það var nú ekki létt. Fyrsta lagi var ég nú alveg bara rakið case í svona fóstureyðingu. Móðir mín var 16 ára þegar hún var börnuð. Og ég veit að nánir ættingjar mínir voru að mæla fyrir því að ég yrði drepinn. Og segja alveg já, sjáðu, ég hafði rétt fyrir mér, sjáðu, bara fá þetta, þú veist. Og lífið mitt var ekkert auðvelt, sko. Og niðurstaðan hjá mér er sú að ég er ekki í neinu samskipti við móðurætt mína né föðurætt. Engum, bara 0, nits. Þannig að það var ekki nóg að ég nenni ekki að tala um það núna. En allavega það var ekki ljúft. Það var ekki ljúft. Þess vegna hef ég sagt að mín fjölskylda byrja með mér. Allir hinn eru bara plebbar. Nei, mamma mín alltaf, hún var snillingur. Og systir hennar, Bebba. Og maðurinn hennar, Guðmundur. Þetta er nú fólki sem bjargaði lífinu, en hvað með það? Að sko þetta ástand á Íslandi er ekki nein tilviljun, þetta er hannað. Öll þessi fátækt er hönnuð. Þetta húsnæðisleysi er allt saman hannað. Og pólitíkasar eru ekki að vinna fyrir þig, sko. Þeir eru að vinna fyrir ekki.
Fæ ég upplýsingar inn í þáttinn hjá mér. Chemical report. Já, einmitt, góður punktur. Það voru sko takk fyrir þetta, kæri hlustandi. Voru sko búið að dreifa þarna einhverjum gasgrímum og hönskum og fleira slíkt. Ég er á því að þetta sé alveg hoax. Þannig ég veit ekki alveg með það eru verið að segja það líka að það hafi verið búið að dreifa einhverjum gasgrímum og hönskum og einhverjum svona eiturefna viðbúnaði áður en þessi árás var gerð. En ég sem sagt það er erfitt að átta sig á því hvað er, veist, ef það er eiturefnaárás þá er enginn að snerta líkin með berum höndum og lifa það af. Þannig að þetta er allt saman bara lygi. Allt bara lygi. Og ég hef nú reynt að vera að hugsa stundum undanfarið að sko, er það líka lygi þegar verið að segja að 300 manns á viku deyja í Jemen, sprengt þar í tætlur og veist, er bara allt lygi? Í kringum, veist, ég veit það ekki, veist, er til dæmis Pútín og veist, er hann bara þykjast vera góði gæinn eða veist, hvernig er þetta sko? Alex Jones kom fram í kenningu fyrir nokkru að Rússar hefðu fengið nóg eftir demósætin eftir seinni heimsstyrjöldina og bara það var búið að drepa svo mikið að þeim að þeir, veist, Pútín er bara farin að veist, endurræsa kirkjuna og farin að bara borga fólki fyrir að ríða sko, eða borga fólki fyrir að búa til börn og bara ef þú vilt vera bóndi þá bara færðu, já bara hvað viltu mikið land og hérna eru græjurnar sko. Veist, það virðist vera að það er eitthvað svona botn og við erum ennþá bara í að drepa fasanum sko og við erum ennþá með þetta sturlaða lið að keyra bílinn sko fram að Bjargi og svo kannski fer bílinn fram að Bjargi og þeir tveir sem að lifa fara svo að ríða til þess að byggja draslið upp aftur hann að setja að keyra aftur fram að Bjargi og það er nú svona the human condition svolítið. Enter Axel. Þannig að Axel Pétur kom, þá bara, wow, breyttist allt. Við hættum að innheimta skatt með valdi og nú er bara allir að ríða alla daga og ekkert, það er enginn að vinna lengur, það er allir bara heima að ríða, eitthvað, ég veit það ekki, eða hvað er fólk að gera, það er ekki að vinna. Við erum hérna target shooting fyrrverandi valdstjórnarplebba. Með svona röri og blautu pappar. Það er refsingin. Þeir eru þess að helvítis dönsku valdstjórnarplebba sem er að runga sig niður í Alþingi. Hérna, er ykkur þjóðfélagshópur sem ég ætti að prumpa yfir í kvöld? Ég veit það ekki. Ég biðst afsökunar að hafa ekki prumpað yfir þig. Það var ekki illa meint. Það er bara mistök ef ég hef ekki mókað þig. Getur bara sett komment og ég reyni þá að móka þig næst. En hérna mér sýnist að þetta séu silkibrúður og sviðsett Sýrlands dæmið. Allt lygi. Og hérna ég vona að ég verð ekki skrifaður út úr sögunni eins og Aristoteles eða hvað það hét. En allavega, þakka ykkur fyrir komuna í kvöld og ég hvet ykkur til þess að styðja Frelsi TV og mig með það sama og bið ykkur að dreifa myndböndunum mínum, það er
ef þið þorið. Það er nú margir sem bara þora það ekki út af atvinnu aðstæðum og fleira slíkt. Þá er það allt í lagi. Og ég hvet fleiri til þess að fara að byrja með vídeó. Ég til dæmis, mun ekki taka fólk hér í viðtöl eða umræður nema sé með einhverja alvöru útsendingar sjálft, eins og Guðjón til dæmis. Ég nenni því ekki sko, bara því miður. Og það er mjög auðvelt að starta svona randstöð sko. Og þannig að þið þurfið að hafa einhvern bakgrunn af ykkar eigin randi til þess að koma hér í spjall. En það væri mjög gaman að fá fleiri pósta upp í þessa hreyfingu eða movement eða hvað það heitir. Og svo náttúrulega ef það er eitthvað fólk sem að vill vinna eitthvað skemmtilegt, til dæmis að klippa út úr öllum vídeóunum mínum eitthvað eða eftir efnið á eða einhvern veginn að laga þetta, þá er það mjög gaman líka sko. Og svo er kannski bara hlutskipti mitt ekki það að vera með eitthvað movement sko, heldur bara að sitja hérna einn og ranta yfir ykkur. Þá er það allt í lagi líka. En það er bara ár og öld síðan að það hafi dottið inn styrkur hérna. Og ég þakka þeim sem hafa stutt. Ég er ekki að gera lítið úr því. Ég held að það hafi ekki komið styrkur í 1 eða 2 mánuði núna. Ekki króna sko. Og engin í mánaðarlegri rútínu eins og ég hef margoft beðið um. Það er bara ekkert að gera sko. Og ég sé að núna bara hlaupa allir áhrifnir í burtu. Það er allt í lagi líka. En takk fyrir komin í kvöld og kommentið kritikina og likeið eða dislikeið. Staðan er 3-3 akkurat núna. En allavega, góða nótt.